Í þessari upptöku þá ætlaði ég að fara yfir byrjunina á verkefni 2C. Við fórum í þetta fyrr í dag en það kom upp ákveðið vandamál þannig að ég fer bara aftur í þetta núna og þetta krapakerfið, verkefni 2C. Það sem við gerum að ræsa forritið Control Expert og setja upp þetta hér sem PLC bus með einingunum sem við sjáum hérna og það oftast hægt að ná í einhverja uppsetningu en ef hún er ekki til staðar þá getið þið raðað þessum einingum upp eins og kemur hérna fram. Þegar við erum búin að því þá ég búin að bæta við hérna mynd úr data editornum þar sem ég er búin að velja sem sagt þá af þessum inngöngum hérna sem að koma fram hérna og sleppa kannski því að taka alla sem sagt þess til dæmis stafræn inngangsmerki hérna allar pantanir hérna inn. Það tek bara fyrstu tvær hérna til einföldunar og eins ef ekki öll ljósin hérna með, bara fyrstu tvö. En hér sem sagt útskýringin á kerfinu, á kerfismyndinni sem af krapakerfi og hér sagt frá því hvernig á að útbúa flæðrit fyrir blandarann og það á sem sagt að hafa ræsiskilyrði í upphafi, að það á að kveikja á pöntunarkerfi, það þarf að vera virk pöntun frá sílói. Þá fer pækildæla í gang og þrýstinemi í blandara fær svo sitt óskildi, þá sem sagt hækkar í blandaranum þannig að þrýstingurinn verður eitthvað ákveðið og þá komið áskildi og síðan kemur vatn inn á blandarann, það Q2 sem kemur inn og þegar að vatnsæðin náð þá hérna ís sníll í gang og síðan segir þrýstinemi til þegar að nægur ís kominn út í blandarann. Svo hræra í blandaranum, hún fer í gang og gengur í 20 sekúndur. Svo stoppar hræra og dælir krapa í sílóið. Og eftir að blandarinn tómur þá gengur dælan aukalega í 5 sekúndur og stöðvar síðan. Og þá fer kerfið í upphafsskref og bíður eftir næstu pöntun frá sílóinu. Þannig hérna þessi ljós og þetta pöntunarkerfi hérna. Og til einfölduna þá notum við bara þessi tvö fyrstu hérna. Nú, hér sem sagt allir inngangarnir og síðan útgangsmerki hérna. Og þetta ég búin að lista hérna upp og bæta þessu við í verkefnið. Ég búin að hlaða nýju verkefni undir efni. Og þá kemur þessi mynd úr data editornum. Þannig að þá sjáum við notum bara sem sagt tvo innganga fyrir pöntun notanda og stöðvapöntun og síðan notandi 2 hérna fyrir pöntun og stöðvapöntun 2 og síðan hérna bara ljóspöntun notanda 1 og ljóspöntun fyrir notanda 2. Það urðu aðeins of löng nöfnin á þessu. Ég setti þá í komment og stytti nöfnin og þannig að þau komast fyrir. En þegar við fórum í Analyze þá kom upp þessi villa að nöfnin voru of löng. Þannig að við settum öll nöfn sem voru allt of löng inn í komment hérna. Það voru öll þessi nöfn hérna og styttum þau hérna í
raunverulegu name hér. En komment má vera eins langt eins maður þarf. Svo að núna eru öll nöfnin af eðlilegri lengd, ekki of löng, en svona eru svolítið lýsandi fyrir það hvað viðkomandi útgangur gerir, til dæmis hérna. Svo þetta setjið þið inn í data editorinn og síðan síðan eiginlega kannski bara best að fara í það að setja upp flæðiritið fyrir blandarann. Og þá hér í rauninni forritið sjálft og ef að þið eigið til uppsetningarskrá þá ættu það að eiga þessa uppsetningu af inntölunni. En annars náið þið bara í þessar einingar eins og þið hafið gert áður og að lokum þá skráið þið hér inn þessa innganga og útganga. Og þá held ég að ég hafi þessa upptöku ekki lengri að sinni, heldur við svo áfram í næsta tíma. Þið getið allavega að byrja að setja þetta upp.